Góðan dag, hér samankomin sveitarstjórn Þingeyjarsveitar til 47. fundar og ég býð sveitarstjórn velkomna á sumarleyfi og vonast til þess að sumarið hafi farið vel með fólk. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Þá göngum við til dagskrár. Ég segi fund settan, það 14 mál á dagskrá í dag. Og mættir eru Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir og Margrét Hólm Valsdóttir. Fyrsti liður á dagskrá í dag skýrsla sveitarstjóra og sveitarstjóri mun gera grein fyrir helstu störfum og verkefnum frá síðasta reglulegum sveitarstjórnarfundi. Gjörðu svo vel, Ragnheiður Jóna. Takk fyrir. Oddviti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Enn heldur íbúum Þingeyjarsveitar áfram að fjölga og nú 1561, en í júní síðastliðnum voru íbúar 1547 og hefur því fjölgað 14 í sumar. Í nýlegri frétt kom fram að íbúum Þingeyjarsveitar fjölgar hlutfallslega næstmest í sveitarfélögum á Norðurlandi eystra, sem afar ánægjulegt og sýnir að Þingeyjarsveit sveitarfélag í sókn. Fyrr í mánuðinum fór sveitarfélagið gegnum jafnlaunavottunarferli og gekk það afar vel og fáum við formlega vottun á næstu vikum. Mikil vinna felst í að fara í gegnum svona ferli og eiga þær Margrét Hólm og Valdís launafulltrúi þakkir skyldar fyrir þeirra framlag við þessa vinnu sem ég veit að hefur stundum tekið á. Vinna við nýtt stjórnsýsluhús á lokametrónum og gert ráð fyrir lokaúttekt á morgun föstudag. Að fundi loknum sveitarstjórnarfulltrúum boðið að koma í húsnæðið og skoða. Við erum þegar byrjuð að undirbúa flutninga sem verða einhverjum næstu vikum. Stefnumótunarvinnan á lokastigi og var síðasti vinnufundur sem gert var ráð fyrir að halda nú í vikunni. Stefnt á fund í stýrihópi næstu viku og í framhaldi af því ættum við að fara að sjá fyrstu drög. Mikið komið að góðu efni og sem hefur komið fram á þeim fundum sem haldnir hafa verið, líka komu mjög gagnlegir punktar í gegnum vefkönnunina. Það því úr nægu efni að móða hjá ráðgjöfunum. Undirbúningur fyrir fjárhagsáætlanagerð að hefjast og verða allir forstöðumenn boðaðir til fundar við sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs nú í september. Einnig verið að setja upp vinnuáætlun sem verður lögð fyrir ykkur fljótlega. Umsóknarfrestur starf slökkviliðsstjórans rennur út á morgun 23. febrúar og verður byrjað á úrvinnslu umsókna í næstu viku. Í sumar barst sveitarfélaginu góð gjöf frá afkomendur Sigurðar Þingeyins. Setbekkur sem settur var niður við sundlaugin á Laugum. Tóku ég og oddviti við gjöfinni við hátíðlega athöfn að viðstaddri fjölskyldu Sigurðar. Í sumar hefur verið starfrækt vettvangsakademíu á Hofsstöðum í Mývatnssveit og boðið til kynningar á henni nú síðsumars. Vettvangsakademían samstarfsverkefni Háskólans á Hólum, Háskóla Íslands og Minjastofnunar Íslands og var nýlega sett á laggirnar með styrk frá Háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti á grundvelli samstarfs háskólanna. Markmið verkefnisins að koma á fót þverfaglegri vettvangsakademíu á Hofsstöðum þar sem unnið að rannsóknum, kennslu og miðlun menningararfs í samvinnu við fornleifafræði, minjavörslu, ferðamálafræði og hönnunar. Mikil tækifæri felast í að miðla þeim menningararfi sem grafinn hefur verið úr jörðu á Hofsstöðum og gera hann aðgengilegan almenningi. 9 nemar tóku þátt í akademíunni í sumar og voru þeir afar ánægðir með veru sína á Hofsstöðum og við vonum svo sannarlega að framhald verði á þessu verkefni sem skiptir okkur hér í Þingeyjarsveit miklu máli. Nýverið var haldinn sameiginlegur starfsdagur allstarfsfólks sveitarfélagsins. Þar var meðal annars ný fræðsluáætlun kynnt og liggur hún fyrir fundinu hér í dag. Einnig kom hún Ingrid Kuhlmann og var með vinnustofu sem bar heitið gaman í vinnunni. Á vinnustofunni var farið yfir leiðir til auka gleði, jákvæðni og orku á vinnustaðnum. Var góður rómur gerður að deginum sem verður vonandi bara árlegur dagur. Við vorum með þetta í fyrsta skipti í fyrra og vonustilega geta haldið þessu í lok sumars á hverju ári hér eftir.
Vinna er hafin við gerð nýrrar sóknaráætlunar Norðurlands eystra sem mun taka gildi næstu áramót. Nú í vikunni var vinnustofa hér í Þingeyjarsveit þar sem íbúum gafst tækifæri til að leggja sitt af mörkum inn í nýja sóknaráætlun. Á næstu vikum verða vinnustofur víða á Norðurlandi eystra og einnig verður vinnustofa á netinu og því enn tækifæri fyrir íbúa Þingeyjarsveitar til að leggja sitt mark á nýja sóknaráætlun hér á Norðurlandi eystra. Vinnuskólinn lauk störfum í júlílok. Hann gekk á öllu jöfnu vel. Unglingarnir fengu bæði fjölbreytt verkefni og fjölbreytta fræðslu. Meðal annars veitti Rauði krossinn í Þingeyjarsýslu ungmennunum skyndihjálparnámskeið sem vert að þakka fyrir. Nemendur vinnuskólans stóðu sér sérstaklega vel í undirbúningi á hátíðarhöldum 17. júní og undirbúningi og viðhaldi á Laugavelli fyrir meistaramót í frjálsum íþróttum. Samstarf var við fyrirtæki í Mývatnssveit og Bárðardal og gekk það vel og má nýta þá reynslu til að gera enn betur á næsta ári. Nú er skólastarf að hefjast eftir sumarfrí, leikskólar farnir af stað og búið að manna að mestu leyti. Grunnskólar að byrja vetastarfið og þar allt fullmannað og hlutfall menntaðra kennara við störf mjög hátt hér hjá okkur í Þingeyjarsveit. Líkt og kom fram í fundargerð frá 25. fundi byggðarráðs var Nanna Marteinsdóttir ráðin í starf leikskólastjóra Þingeyjarskóla og þar verður nýtt skipurit innleitt í vetur þar sem grunnskólastjóri og leikskólastjóri vinna saman að stjórnun Þingeyjarskóla. Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri mun styðja við stjórnendur í innleiðingarferlinu. Það var sent fyrirspurn til skólabílstjóra vegna reglubundins íþrótta, aksturs úr Reykjahlíðarskóla og Þingeyjarskóla í Lauga í vetur. Gengið verður frá samningum mánaðamótin og reiknaði með að akstur hefjist miðjan september. Íþróttamiðstöðvarnar koma vel undan sumri. Framundan þrifalokun á sundlaugin og Laugum í nokkra daga og starfsstöðvarnar að mestu mannaðar en verið að auglýsa tímabundið hlutastarf í íþróttamiðstöðinni í Reykjahlíð. Heimilum sem njóta heimaþjónustu hefur fækkað undanfarna mánuði og sem stendur 27 heimili sem fá reglulegt innlit og aðstoð frá starfsfólki heimaþjónustu Þingeyjarsveitar. Heimaþjónustan vel mönnuð, 2 starfsmenn í hlutastörfum og 4 til viðbótar í tímavinnu. Það því gott svigrúm til að bæta fleiri heimilum inn í heimaþjónustuna og líklegt að þeim munu fjölga þegar líða fer á haustið. Unnið að því að auka samstarf milli heimaþjónustunar og heimahjúkrunar. Félagsstarf eldri borgara fer bráðlega að hefjast en enn vantar starfsmann til að halda þetta starfi í Reykjahlíð og hefur það verið auglýst. Í vetur verður stefnt að virku félagsstarfi fyrir ungmenni sveitafélagsins. Verkefnastjóri á fjölskyldusviði heldur utan starfið en ráðnir verða í tímavinnu tómstundaleiðbeinendur til að vinna í félagsmiðstöðunum og hafa þau störf verið auglýst. Það unnið að greinargerð og kynning og stöðu og framtíðarsýn í málefni félagsmiðstöðu Þingeyjarsveit sem verður lögð fyrir íþrótta- og tómstundanefnd. Svo hyggst SSNE halda árlegt ungmennaþing á Laugum og það í fullum undirbúningi. Fundað hefur verið 3 eftir sumarfrí með æskulýðsfulltrúum á svæðinu og það tilhlökkunarefni að taka á móti öllu þessu unga fólki hér í Þingeyjarsveit. Það unnið að undirbúningi fjölmenningar miðlunarverkefni í samstarfi við Þekkingarnet Þingeyinga. Verkefnið Gluggi út í heim að heiman og aftur heim. Sögu- og ljósmyndaverkefni þar sem rætt við íbúa af erlendum uppruna búsettum á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga. Ef við lítum yfir framkvæmdir þá má almennt segja að þær framkvæmdir sem áætlaðar voru hafi gengið eftir áætlun. Framkvæmdum sem voru inn á áætlun göngu- og hjólreiðastíg við Mývatn, þeim lokið og gengu vel og nú að hefjast framkvæmdir við endurnýjun hitaveitu við Skútustaði að Álftagerði og verður það meðal annars grunnur að stígnum þarna á milli. Annað viðhald á veitum hefur gengið eftir áætlun og lokið viðgerðum við Garðsveitu. Unnið að endurnýjun íbúðir í Þingeyjarskóla sem var samþykkt fjárframlag vegna þessar framkvæmdar núna síðastliðið vor. Viðhald á stofnunum hefur gengið eftir áætlun svo sem búið að skipta ljós og neyðarútgangur hefur lagaður í IMS. Búið að kaupa ljós í Ídali og verða þau sett upp á næstunni. Framkvæmdir að hefjast við að setja niður nýja rotþró fyrir Breiðumýri og framkvæmdum við lóð á Melgötu
framkvæmdir við lóð- og Melgötu hafi dregist en það búið að fá aðila til verkefnisins og munu þær hefjast fljótlega. Unnar voru nýjar reglur fyrir snjómokstur og voru þær samþykktar á síðasta fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar og liggja þær fyrir sveitarstjórn hér í dag. Ef reglurnar verða samþykktar verður auglýst eftir verktökum nú í byrjun september. Einnig voru unnar nýjar reglur fyrir minka- og refaveiðar að undangengnum samráðsfundum með veiðimönnum. Reglurnar voru samþykktar á fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar og liggja fyrir fundinum hér í dag. Óviðráðanlega tafir hafa orðið hjá úttekt varðandi úttekt á veitum Þingeyjarsveitar. En verkið að hefjast að nýju og áætlað að því ljúki í september. Fyrir sveitarstjórn í dag liggur tillaga að forgangsverkefnum inn á áfangastaða áætlun Norðurlands sem unnin var af atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Verkefni á þessum lista eru í forgangi þegar sótt í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og verður sótt fyrir þá staði sem sveitarfélagið ber ábyrgð á þessum lista. Seiran vefupplýsingakerfi tæmingar rotþróa fyrir loftið mánaðamóti september-október þegar verkfall hefur klárað yfir fyrir sumarsins. Seiran kemur til með að hjálpa okkur mikið þegar kemur að því að uppfræða íbúa tíðni og losun rotþróa og geta þeir þá sjálfur sótt sér upplýsingar þarna inn og komið upplýsingum á framfæri til okkar. Óhætt að segja að miklar framkvæmdir séu víða sveitarfélagið og hefur verið mikið álag á byggingafulltrúanum okkar í sumar og hann lítið komist frá, en við vonum nú að við getum eitthvað hleypt honum í frí þegar fer að hægjast. En nú verið að kalla eftir tilboðum í deiliskipulagsvinnu við Aldeyjar og Hrafnagilsfoss að sveitarfélagið fékk styrki þessa vinnu úr framkvæmdastjórn ferðamannastaða. Einnig verður kallað eftir tilboðum í skipulagsvinnu á Laugum en áætlað að setja þá vinnu inn fjárhagsáætlun í haust. Vinna við loftslagsstefnu sveitarfélagsins hafin og verður henni fylgt eftir að sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs. Starfshópur ágengar plöntur hefur fundað einu sinni og næstu fundur á dagskrá í mánuðinum. Starfshópur sundlaug í Reykjahlíð hefur einnig fundað einu sinni og verið að bíða eftir gögnum sem kallað hefur verið eftir áður en vinnu verður áfram haldið. Þetta svona það helsta frá síðasta reglulega fundi sveitarstjórnar. Takk fyrir. Við þökkum Ragnheiði Jónu fyrir ítarlegt yfirlit yfir stöðu mála og með leyfi vara oddvita að þá held ég að ég geti talað fyrir munn okkar allra að við erum mjög þakklát fyrir hvað verið að halda uppi mörgum boltum. Við erum þakklát fyrir hvað margt hefur áunnist og við þennan upplestur Ragnheiðar Jónu að þá kemur í ljós að margt af þessum verkefnum, það eru gríðarlega mörg verkefni í gangi, stór og smá og mörg þeirra kannski ekki beint sýnileg en engu að síður gríðarlega ánægjulegt að sjá hvað margt að hafast í rauninni. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Þá vindum við okkur í annan dagskrárlið og það stefnulýsing nýs meirihluta og eins og kom fram á síðasta fundi sveitarstjórnar fyrir sumarleyfi að þá breyttust áherslur eða í rauninni meirihluta starf sem að var til, nýtt meirihluta starf þar og þar var einmitt talað að sú stefnuyfirlýsing sem að sá hópur sem hluti E-lista og K-listin sömdu í október síðastliðinn að sú stefnuyfirlýsing hefur nú verið yfirfarin og uppfærð og verður birt á heimasíðu sveitarfélagsins að þessum fundi loknum. Nú, einhver sem vil taka til máls hér? Arnór, gerðu svo vel. Já, oddviti, þar sem var ekki á síðasta fundi sveitarstjórnar, finnst mér hæfa ég taka aðeins til máls. Auðvitað það bara svo að sveitarstjórnarfólki ber að sjá til þess að starf hefur meirihluti sé að störfum hverju sinni og eins og framkom hjá Gerði að þá byggir þetta samkomulag og samstarfsyfirlýsing
á því sem samþykkt var hér í október í fyrra. Þannig að það er ekkert voruð að breytingar í gangi og auðvitað er það svo að í sveitarstjórn er ekkert gríðarlegur ágreiningur. Það er ákveðin mál sem er ágreiningur að öðru leyti erum við öll borð í sama skipun og erum að róa í sömu átt. Og ég bind vonir við að með þessu samkomulagi þá styrkist samstarf þessa hóps sem nú er í meirihluta. Við sköpum okkur tækifæri til þess að auka og efla samstarfi við starfsfólk sveitarfélagsins. Við reynum að skapa grunn til þess að styrkleikar hvers og eins verði nýttir sem best af sveitarstjórnarfólki, bæði í meirihluta og minnihluta. Þannig að ég horfi bjartsýn fram á veginn og við bara einhendum okkur í verkin. Kjörtímabilið er rúmlega hálfnað og nú er bara tímabil framkvæmda upp runnin og svo kjósa íbúarnir rétt bráðum bara einu sinni enn. En eins og ég segi, það er ekkert gríðarlegur ágreiningur. Hér logar ekkert stafnan á milli þó að sé ágreiningur ákveðin mál. Og einstöku sinnum, eins og alltaf í pólitík, ágreiningur leiðir að markmiðum. En ég fagna þessu samkomulagi og ég hlakka til samstarfsins í meirihlutanum á komandi mánuðum og ég hlakka til góðs samstarfs við þá sem nú skipa minnihlutann. Takk. Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk. Ég óska eftir því eftirfarandi sé fært til bókar. Við fulltrúar E-listans Eyþór Kári, Halldór og Haraldur gerum athugasemd við að í formála samkomulagsins standi hluti E-lista en ekki einfaldlega nöfn þeirra fulltrúa sem standa að samkomulaginu. Við áréttum að við erum ekki aðilar að þessu samkomulagi. Annars vil ég bara þakka Adda fyrir sín orð og ég óska sömuleiðis eftir góðu samstarfi. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu og það verður tekið tillit til fyrirsagnar í samkomulaginu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá höldum við áfram og það er 3. dagskrárliður í dag. Það er mannauðsstefna. Hér eru lögð fram drög að mannauðsstefnu Þingeyjarsveitar sem unnin var af Attendus í samstarfi við starfsmenn sveitarfélagsins. Stefnan hefur áður verið lögð fram til kynningar. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Drög af eftirfarandi bókun eru svohljóðandi: sveitarstjórn samþykkir framlögð drög og felur sveitarstjóra að kynna fyrir starfsfólki sveitarfélagsins. Þau sem geta samþykkt þessa bókun er sannlegast gefið merki með því réttu band og hún er samþykkt samhljóða. 4. dagskrárliður er staðfesting á stofnframlagi sveitarfélagsins vegna almennra íbúða. Það er lagt fram bréf frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun frá 9. ágúst síðastliðinn vegna umsóknar Þingeyjarsveitar stofnframlag ríkisins á grundvelli laga almennar íbúðir nr. 52/2016 óskar Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eftir staðfestingu á stofnframlagi sveitarfélagsins vegna kaupa á 2 íbúðum í Mývatnssveit. Einnig óskar HMS eftir upplýsingum form stofnframlagsins. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá verður lesin upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að leggja fram stofnframlag til bygginga á 2 íbúðum í Mývatnssveit
Stofnframlagið skiptist í framlög vegna opinberra gjalda og beins fjárframlags. Lagður er fram viðauki vegna þessa. Undir dagskrárlið númer 5 jafnframt felur sveitarstjórn sveitarstjóra að skila inn umbeðnum gögnum. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skilið merkið og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að inntalið sem eru viðaukar við fjárhagsáætlun 2024. Það er lagður fram viðauki nr. 3 í fjárhagsáætlun 2024. Viðaukinn er í 2 hlutum, annars vegar vegna dvalarheimilis aldraðra og hins vegar vegna staðfestingar á stofnframlagi sveitarfélagsins til húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, samanber síðasta lið sem afgreiddur var. Dvalarheimili aldraðra var gert upp með halla árið 2023 og er sá halli að mestu tilkomin vegna óuppgerðrar orlofsskuldbindingar starfsfólks sem fluttist yfir til HSN og vegna endurbóta á húsnæði dvalarheimilis aldraðra á Húsavík. Hlutur Þingeyjarsveitar er 20.950.000. Gera þarf viðauka vegna þessara hlutdeildar sveitarfélagsins fyrrgreinda upphæð sem bókast á 02454 dvalarheimili aldraðra. Þingeyjarsveit hefur sótt stofnframlag ríkisins á grundvelli laga almennar íbúðir nr. 52/2016 eins og fram kemur í fundalið 4 hér á undan. Vegna þessarar umsóknar stofnframlag þarf að gera viðauka mótframlag sveitarfélagsins vegna framlagsins en heildarfjárhæð mótframlags eru 11.061.000 og bókast það á lið 29.500 og 51.107. Og þeir sem geta samþykkt þennan viðauka vinsamlega skefið merki eða fyrirgefið þið. Ég ætla fyrst að gefa orðið laust. Ef einhverjir taka til máls, þá er það núna. Jóna Björg, gerðu svo vel. Já, takk eftir. Viðaukar eru hluti af því að vera með virt sveitafélag og það er ekki alltaf allt inn á fjárhagsáætlun. Dvalarheimilið, það kom kannski líka upp, bara hluthafi með dvalarheimilið var auðvitað óvænt. Þannig að en annað svo sem vitað. En ég vildi kannski bara koma hérna í pontu og samnýta fyrri dagskrárlið af því að við erum að gera hérna viðauka vegna framlaga og sem að snúa því að við erum að vinna því að hörðum höndum að það verði auki byggingabagn og byggðar íbúðir í sveitarfélaginu og hérna þurfum við náttúrulega bara að standa okkar og nýta allar færa leiðir til þess að auka íbúðir og fjölga íbúðum í sveitarfélaginu vegna þess að forsenda þess að við getum fjölga fólki að hafa íbúðarhúsnæði fyrir. Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þennan lið undir atkvæði og þeir sem geta samþykkt framlagðan viðauka vinsamlega skefið merki þar og hann er samþykktur samhljóða. 7. dagskrárliður, það er flugklassinn, er 66 fundur framtíðar fyrirkomulag. Fyrir sveitarstjórn liggur boð frá Markaðsstofu Norðurlands á fund málefni flugklassans og er óskað eftir þátttöku fulltrúa allra sveitarfélaga á Norðurlandi sem og fulltrúa SSN-VAF og SSN-E. Tilgangur fundarins er að ræða framtíðar fyrirkomulag þeirra verkefna sem flugklassin hefur sinnt undanfarin ár. Samningar fjármögnun sveitarfélaga til verkefnisins eru að renna út í árslok og mikilvægt að taka umræðu framhaldið. Fundurinn verður haldinn á Hótel Berjæja á Akureyri mánudaginn 27. ágúst klukkan 1-3. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Ragnhildur, gerðu svo vel. Já, takk Oddviti. Mér langaði nú bara að þakka Markaðsstofu Norðurlands fyrir að senda þetta boð á okkur.
hann alltaf byggist upp enn frekari starfsemi á flugvellinum á Akureyri. Þetta er mikilvægt mál fyrir okkur, þannig að ég hvet okkur til þess að skrá okkur á fundin og taka umræðina framhaldið varðandi fjármögnun flugklasans. Takk. Já, Ragnhildur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, og með leyfi varaoddvita þá vil ég taka undir orð Ragnhildar og ég tel það gríðarlega mikilvægt að við draugum ekki að okkur höndum núna þegar að við erum farin að sjá verulegan árangur af starfi flugklassans og vonast til þess að sátt góð niðurstaða náist í framhaldi af þessum fundi. Þeir sem að geta samþykkt að sveitarstjórn feli sveitarstjóra og Arnóni Benóníssyni að sitja fundinn fyrir hönd þingeyjarsveitar vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Nú 7. dagskrárliður, hann varðar Breiðumýri, umsókn breytingu lóðarmarka og oddviti vekur athygli á hugsanlegu vanhæfi sínu. Oddviti sveitarstjórnar fólk. Oddviti ber upp vanhæfi samanber 20. grein sveitarstjórnarlögum 138 frá árinu 2011 þar sem málið varðar fjölskyldutengsl. Þau ykkar sem samþykkja að oddviti sé vanhæfur til að fjalla mál vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt. Og þá víkur oddviti af fundi klukkan 14:32. 13:32. Það er fyrir. Málið varðar Breiðamýri, umsókn breytingu lóðarmarka. Þingeyjarsveitar staðfesti á fundi sínum 21. mars árið 2024 breytingu á skiptingu lands milli Breiðamýrar 1 og 2 og það lögð var fram breytingu áður samþykktum gögnum. Já, fyrirgefið, Málsatvik eru þannig að breyting lóðarmarka var samþykkt af skipulagsnefnd í mars síðastliðnum og svo kemur frá daginn að rangt lóðarbláða lá fyrir afgreiðslu skipulagsnefndar. Því þarf sveitarstjórn að staðfesta þessa merkjalýsingu með þessum hætti og í stað þess að skipulagsnefnd þurfi að taka málið upp aftur. Þá er komin tillaga að bókun sem hljóðar þá þannig að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu. Fyrirgefi, vill einhver taka til máls? Ekki nokkur maður. Þá er komin tillaga að bókun, sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við framlagða merkjalýsingu, þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Og þá köllum við oddvita aftur til fundar klukkan 13:34. Við höldum áfram og tökum fyrir 8. lið. Það er fundardagatal 2024 til 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar drög að fundardagatali ársins 2024 til 2025. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ef ég skil fundarbóðið rétt og þá er þetta ekki til samþykktar hér í dag heldur til kynningar. Ekki satt? Þetta átti að vera til staðfestingar. Já, ok. Það var búið að senda þetta alla formið nefnda og starfsmenn til Já. Þá
Já, sem sagt, ég hefði viljað að við settum hana inn á fundadagatali vinnufundir sveitastjórnar sem að einnig yrðu afgreiðslufundir sveitastjórnar, þannig að það sem að þá myndi sveitastjórn hittast annan og fjórða fimmtudag í mánuði, og svo myndi ég líka leggja til að viðtalstímar sveitastjórnarfulltrúa verði teknir af dagatalinu vegna lítillar þáttöku á þá fundi. Og ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að finna annan farveg fyrir það til að auka íbúalýðræði. En ef að þetta er til samþykktar hér í dag, þá kannski þarf ég að undirbúa breytingartillögu á fundadagatalinu. Eða hvað? Já, þá bara geri ég tillögu það að inn á þetta dagatal verði settur annar sveitastjórnarfundur í hverju mánuði, annar fimmtudag að jafnaði, undanskildum desember, og það verði sett vinnufundur sveitastjórnar en einnig afgreiðslufundur sveitastjórnar. Já, ég kannski ekki alveg nóg skýrt. Þetta er ekki alveg nóg skýrt. Já, við skulum taka örstutt hlé á meðan að þessar tillögur verða kannski formaðar. Er það ekki? Takk. Við gerum örstutt hlé.
gera grein fyrir. Já, við erum komið hérna aftur með og ég ætla að óska eftir því að Eyþór komi upp aftur og geri grein fyrir tillögum sínum. Já, oddviti, ég geri tillögu að breytingu á fundadagatali að bætt verði við reglulegum fundum sveitarstjórnar annan fimmtudagi hverju mánuði að undanskildum desember. Svo legg ég fram aðra tillögu sem að viðtalstímar sveitarstjórnarfulltrúa verði lagðir af. Já, og þá greiðum við atkvæði. Við byrjum á því að greiða atkvæði fyrri tillögu. Afsakið, orðið er laust. Mér liggur stundum óþarflega mikið á greinilega. Knútur. Oddviti 17. Varðandi vinnudagatal sem er skjal sem að getur tekið breytingum, þá vil ég ekki að þessi, þá tel ég að við í ljósi þess að við eigum eftir að fara í frekari skipulagningu á starfinu. Við erum nýkomin sumarfríi. Ég get alveg fellt mig við þess að fella út viðtalstímana eða leita einhverjum leiðum í því. En að setja niður fleiri fundi sveitarstjórnar án þess að huga þá að einhverju heildstæðri skoðun á þessu öllu saman og taka það samtal sem við erum ekki búin að gera á nýju hausti. Og þá felli ég mig ekki við þessa breytingu af þeim sökum. En það þýðir ekki að ég sé ekki opinn fyrir því að slípa til starf og skoða það allt saman. Takk. Knútur hefur lokið máli sínu. Árni Pétur, gerðu svo vel. Já, oddviti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég held að þetta þurfi kannski að fá einhverja aðeins meiri umræðu áður en að hægt er að fara að bæta á fundum. Og það er náttúrulega mikilvægt að þetta nái fram að ganga núna, fundadagatalið eins og það liggur fyrir, vegna þess einfaldlega að það snertir alla nefndir og svo mikla vinnu í sveitarfélaginu. Þannig að ég kem ekki til með að samþykkja þessa breytingatillögu. Einnig er það varðandi viðtalstíma sveitarstjórnarfulltrúa að ef við ætlum að fella það út, við megum ekki gera það bara síst svona. Við þurfum að vera búin að ákveða breytt fyrirkomulag eða hvernig við ætlum að hafa aðgang íbúana af okkur áður en að við tökum þetta út. Og þó svo að það sé vissulega alveg rétt hjá Eyþóri að það hefur verið slæleg mæting á þessa fundi, þá er það enga síður svo að menn hafa þó þennan punkt til þess að koma og eiga samtalið ef eitthvað mikið á þeim brennur. Takk fyrir. Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Arnór. Já, oddviti, svona ræðum þetta upp aftur. Nú erum við á þeim tímapunkti í starfsemi sveitarstjórnar að það er framundan vinna við fjárhagsáætlun og í þeirri vinnu er alltaf fjölmargir vinnufundi sveitarstjórnar. Krefjist kringumstæður þess að það þurfa að vera afgreiðslufundir oftar heldur en sett er á fundardagatalið hjá sveitarstjórn, að þá er hægt að boða þá með sólarhringsins fyrirvara. En mér finnst eiginlega að eins og Knútur kom inn á, við erum að skipuleggja starfið, við þurfum þá að taka þetta í aðeins stærra samhengi og eins og Árni Pétur sagði, kannski ef ekki að kippa burt viðtalstímunum við sveitarstjórnarfulltrúa aðeins að velta fyrir okkur hvernig búum við þá til gáttina. Einhvern veginn líður mér þannig að mér finnst þetta vera umræða sem við ættum að taka annarkvort á síðasta fundi fyrir jól eða fyrsta fundi eftir áramót. Af því að það er framundan mikil vinnulota í fjárhagsáætlun gerð og mikil fundarlotum hjá sveitarstjórnarfólki. Íbúarnir önnum kafnir við göngur og sláturtíð og það er ekki þörf á því að negla þetta niður, finnst mér akkurat núna. En fyrir komandi ára þá tökum við bara
starfið í heild sinni fyrir. Við tökum sveitarstjórnarfundi fyrir, við tökum vinnufundi fyrir, við tökum byggðarráðsfundi fyrir og við bara ákveðum hvernig ætlum við að hafa módelið á næsta ári. Það er svona mín tillaga og mér þætti væntum ef að Eyþór myndi huglega það bara að draga tillöguna tilbaka og eins og við séum þetta íta þess út af borðinu, skiljið mig. Mér finnst hún ekki alveg tímabært, þannig að við förum út af þessum fundi með samþykkt fundardagatal fyrir starfsfólkið að vinna og nefndirnar og alla þessa, en tökum svo bara þessu umræðu og sammælist það að taka hana. Mér er alveg sama hvort heldur síðasta fundi fyrir jól eða fyrsta eftir áramót og skipuleggjum þá 25 með nýjum hætti og setjum upp nýtt fundardagatal. Ef þú vildir huglega þetta, takk. Ég hefði tekið hérna, en ég hef kannski ekki reiknaði viðtalstíma, en áttum getur svona komið punkt sem ég finnst við þurfa að hugsa. Það væri gott að hafa eitthvað aðra leið til að bjóða þetta. Það er tilbúin með Já, Arnór hefur lokið máli sínu og Eyþór hefur óskað eftir að sjá sig. Gjörðu svo vel, Eyþór. Oddviti, ég ætla að halda mig við mínar tillögur þó svo að þetta sé kannski ekkert stór mál og ég get alveg tekið undir ýmislegt sem að fulltrúar meirihlutans hafa sagt hérna. Varðandi viðtalstímana að þá hefur verið mjög lítil mæting á þá og það hefur oft engin mætt og oft fáir, aldrei margir held ég. Og þannig ég held að við þurfum ekkert að vera tilbúin með lausnin á því í dag hvernig við leysum það endilega í framhaldinu. Varðandi reglulega fundi sveitarstjórnar og þá held ég að það væri bara skilvirkara fyrir okkur að hittast oftar og afgreiða þau mál sem að liggja fyrir sveitarstjórn og ef að það eru fá mál þá getum við mitt bara fundað í þann tíma sem við þurfum og síðan tekið utan dagskrármál sem við þurfum að ræða stefnumótun og svoleiðis. Þannig að já, ég held mig við þessar fyrirliggjandi tillögur. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Með leyfi varaoddvita að þá geti tekið undir ýmislegt af því sem hefur komið fram. Ég hefði og tek sérstaklega undir að mér finnst mikilvægt að við afgreiðum fundardagatalið. Það er hins vegar engin samþykkt þannig að hún sé endanleg. Það er alltaf hægt að taka mál upp og gera endurbætur. Þannig mín skoðun er sú að það sé ekki tímabært að ákveða að bæta við reglulegum sveitarstjórnarfundi öðrum í mánuði núna meðal annars vegna þeirra vinnu sem er framundan í fjárhagsáætlun og í seinni tillögunni að þá hefði ég viljað hafa annað plan tilbúið og mér þykir að leiðinlegt hvað þessir viðtalstímar hafa verið illa sóttir en þeir hafa alltaf verið mjög gefandi og skemmtilegir og ég vil bara taka það fram að íbúar eiga alltaf að hafa aðgang að okkur kjörnum fulltrúanum og er velkomið að hafa samband við okkur þó svo að það verði ekki með þessu formi en ég hefði viljað geta gefið það út á sama tíma hvernig formið verður á þessu sambandi ef við fellum viðtalstímana niður. Já, oddviti hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Jóna Björg. Já, takk oddviti. Ég get svo sem bara tekið undir með þeir sem hafa talað hér að mér þykir ótímabært að bæta við fundi sveitarstjórnar
þegar við erum með 2 fundi í byggðarás og við getum kallað saman aukafundi sveitarstjórna með sólarhringsfyrirvara, þannig að ég tel það óráðlegt. Annað varðandi viðtalstíma sveitarstjórnarfólks, þá tel ég og ég vil nálgast þetta út frá strætó. Hann svolítið skemmtilegt fyrirbæri, en þú þarft að vita því að strætó gangi alltaf til þess að geta nota það. Þannig lít ég á, auðvitað það alveg rétt hjá þér, Eyþóra, að það hafi ekki margir sótt þessa fundi, en ég lít svo á að með því að hafa þetta alltaf og að eins og Árni Pétur sagði, að fólk viti hvert það geti leitað. Kannski þurfum við líka bara að koma sér betur á framfæri, að hafa þetta bara lengur á fundadagatalinu hjá okkur og kannski þurfum við að gera fundadagatalinu okkar aðgengilegra. Ég reyni ofta að skoða þetta í símanum mínum og sé aldrei neitt, það er kannski bara aldurinn. En ég hefði gjarnan vilja hafa þetta aðgengi að sveitarstjórnarfulltrúunum skýrt áfram og meðan við finnum ekki betri leiðir þá hef ég lagt til að við feldum það ekki niður. Jóna Björg hefur lokið máli sínu, voru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs. Svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessar tillögur og í fyrsta lagi þá sem sagt er það tillagan að bætt verði við reglulegum fundi sveitarstjórnar annan fimmtudag í hverju mánuði að undanskildu desember. Þeir sem að geta samþykkt þá tillögur vinsælisbeiðnir að gefa merki. Hún er samþykkt af 3, Eyþór, Halldór og Haraldur. Þeir sem að geta ekki samþykkt tillöguna vinsamlegast gefi merki. Og það 6 sem að geta ekki samþykkt hana, það Knútur, Árni Pétur, Jóna Björg, Ragnhildur, Arnór og Gerður. Seinni tillagan, hún á þá leið að mánaðarlegir viðtalstímar sveitarstjórnar fulltrúa verði felldir niður og þeir sem að geta samþykkt þá tillögu vinsamlegast gefi merki. Hún samþykkt af 3 fulltrúum, Eyþóri, Haraldi og Halldóri. Þeir sem að samþykkja ekki tillöguna vinsamlegast gefi merki. Það eru 6 aðilar, það Arnór, Ragnhildur, Jóna Björg, Árni Pétur, Knútur og Gerður sem að samþykkja ekki tillöguna. Upphaflega tillagan, og ég ætla að lesa upp drög að bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagt fundadagatal og felur sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að birta það á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt framlagt fundadagatal vinsamlegast gefi merki og það samþykkt af öllum samhljóða. Þá höldum við áfram og förum í 9. dagskrárlið. Það fyrirspurn frá leikhópnum umskiptingum. Afsakið. Já. Athygli á vanhæfingum og yfirgefa fundi. Arnór vekur hér athygli á mögulegu vanhæfi og þeir sem að telja Arnór vera vanhæfa, þar sem að það aðili honum nátengdur sem að sendir inn erindi, þeir sem telja vanhæfan vinsamlegast gefi merki og það staðfest af öllum, þannig að Arnór víkur að fundi klukkan 13:58. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Jenníu Láru Arnórsdóttur fyrir hönd atvinnuleikhópsins umskiptinga þar sem hún óskar eftir styrk til uppsetningar á leikverkinu Fóu og Fóu feikiróu sem lítil brúðusýning úr seríu sem nefnist Töfrabækurnar. Leikhópurinn hefur hugað að setja upp sýninguna í þinghúsinu á Breiðumýri í október og óskar eftir styrk í formi sýningar aðstöðu. Einnig getur komið til greina að setja sýninguna upp í öðrum félagsheimili sveitarfélagsins, henti ekki að setja hana upp á Breiðumýri á þessum tíma. Orðið laust. Haraldur, gjörðu svo vel. Fundastjóri, góði fundamenn.
ég hefði nú lagt það til að við værum með svona ferli að þetta er menningamál og eins ef það væri íþróttamál að það færi til nefndarinnar og nefnd afgreiddi svona mál og ég vona hans ég vilji til þess að við gætum í næstu fjárhagsáætlun haft aðeins meira fjármagn hjá nefndinni svo hún geti sinnt fleiri umsóknum. Þannig að mér finnst betra að við séum ekki að taka eitt og eitt mál fram yfir heldur þess að fari til viðeigandi nefndar. Takk. Haraldur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Knútur, gjör svo vel. Oddviti Sveitarstjórnar Fossvogsdals fólk tek undir þetta og þetta á og þarna þurfum við einmitt að huga því að veita að mín skoðun svo að við veitum ekki styrki í formi niðurfellingar á húsaleigunni því að húsin þurfa að standa sitt en kom þá frekar til móts svona laga með styrkjum úr menningarsjóði. Takk. Knútur hefur lokið sínu máli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Jú, Árni Pétur, gjör svo vel. Já, oddviti, ágætir fundarmenn. Ég alveg sammála því sem að Haraldur leggur fram hérna. Eina sem ég velti fyrir mér sko lengdin. Þegar menn að senda inn erindi með þessum hætti fá hugmynd, vilja setja upp sýningu, að þá ferli kannski orðið alltaf til langt þegar sko eru sveitarstjórnarfundir mánaðarlega, það að byrja að vísa til nefndar og svo tekur nefndið það og svo þetta er fjárhaldslátt og þá er sveitarstjórnar samþykkja það. Þá er þetta orðið alltaf löng teygja. Þannig að það er náttúrulega spurning sko með hvað er til að fjármunum í nefndinni, getur svona farið bara beint á nefndina án þess að fara fyrst á sveitarstjórn og að nefndin geti þá haft sko fullnusturarvald í svona málum. Þannig að sko nú man ég ekki alveg hvernig tímaráminn var akkurat í þessu máli, hvort að við setjum umsækjanda í vandræðin. Vegna þess að vissulega er það svo allavega fyrir mitt leyti að það er frábært bara þegar einhverju vill koma og vera með menningarviðburði hérna í okkar sveitarfélagi. Þannig að við eigum náttúrulega að reyna að styðja við það að mínum mati með ráð og dáð. Já, þannig að þetta er svona meira spurningar sem oddviti þarf kannski aðeins að svara áður við ákveðum. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Með leyfi var oddvita, það væri eðlilegast að svona erindi færi beint á nefndina að mínu mati. Því að þar eru menningarstyrkjum úthlutað 2 ári og ég einmitt sammála því að þetta er eiginlega krókur að leggja þetta fyrst fyrir sveitarstjórn því að við höfum haft það markmið að stefna öllu svona til íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar sem sér þessar úthlutanir. Ragnhildur, þú gjörðu svo vel. Já, takk. Ég tek svo sem alveg undir þetta eins og Halli nefnir að þetta sé farið undir nefndina, sammála þetta sem að tekið til máls. En ég velti því samt fyrir mig hvort það sé ekki alltaf erfitt, alveg eins og Árni Pétur talar að þegar þetta kemur inn í ágúst, við sækjum að halda viðburð, en það er ekki úthlutun úr menningarstyrk fyrir inn í október. Hvernig getum við fundið út úr því af því að ég ger ekki ráð fyrir að viljum neita svona skemmtilega eflingu á menningarstarfi í sveitarfélögunum okkar. Þannig að þetta er bara fleiri spurningar. Já, með leiði var átti það að þá er náttúrulega höfum við allavega eina leið að hún er svo að fjölga úthlutunum úr sjónum og það ætti ekki að vera flókið mál, þannig getum við komið ennþá betur móts við okkar íbúa og þá sem að stefna á svona uppistand. Þannig ég held að það sé bara eitthvað sem við ættum að huga að. Og það er að fjölga úthlutunum. Eru fleiri sem vilja... Já, Haraldur, gjör svo vel. Já, oddviti voru fundarmenn. Ég ætlaði bara að árétta það sem ég sagði áðan og ég held að það sé
það er alveg hreinu að nefndin er með fjármagn sem hún má úthlita án þess að spyrja sveitarstjórnina. Og það sem ég var að segja áðan, mér finnst að nefndin gæti afgreitt svona mál þó að sé ekki endilega úthlutunar tími. Hún gæti bara tekið ákvörðun, við ætlum að styrkja þetta. Þyrfti ekki endilega að vera á ef að tímaramminn er þröngur. Þannig að það sem ég var að nefna líka áðan að við ættum kannski að veita nefndinni aðeins meira fjármagn þannig að hún geti haft úr meiru að móða. Takk. Já, Haraldur hefur lokið máli sínu og enn og aftur, með leyfi að ráta það, að þá vil ég leggja fram tillögu að við sveitarstjórn beini því til íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar að endurskoða reglur nefndarinnar úthlutanir með hliðsjón af umræðunum hér í dag. Ég held að hafi komið mjög skýrt fram hver vilji sveitarstjórnar að við viljum ekki vera svo föst í kassanum að fólk missi af úthlutun styrkja vegna þess. Og þau sem geta samþykkt að vísa því til íþrótta- og tómstundanefndar að taka upp reglurnar með hliðsjón af þessum umræðum, vinsamlega gefið merki það. Það er samþykkt samhljóða og þá ber ég upp niðurstöðu þessa dagskrárliðar sem að er þá að sveitarstjórn vísi þessu erindi til íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar. Þeir sem að geta samþykkt það, vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Og Arnór er komin aftur til fundar klukkan 14:06, er það ekki rétt hjá mér? Já. Og þá höldum við áfram og það er dagskrárliður númer 10, það er áfangastað áætlun 2024. Það eru lögð fram drög að verkefnum á áfangastað áætlun Norðurland sem unnin voru af atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Og orðið er laust og einhver takk til máls. Gjör svo vel, Jóhann Björn. Já, takk átviti. Ég held ég reyna að taka til máls alltaf undir áfangastaða áætlun. Þetta er okkur mjög mikilvægt vegna þess að þar eru svo fjölmargar ferlurnar. Ég velti líka fyrir mér, við erum þarna með og höfum fengið stuðning til dæmis til þess að vinna að uppbyggingu við Aldeyjarfoss og Hrafnabjargafoss. Og mér langar bara til að kasta því inn í þessu umræðu, hvernig ætlum við svo, ef við ætlum að byggja upp aðstöðu til dæmis á þessum stöðum, hvernig getum við tryggt aðgengi að þeim? Bara, ég ljósi nýlegs dæmis þar sem að ég var reynd að fara upp Aldeyjarfoss daginn og þetta er alveg helvíti grýtt og lélegt. Samgöngurnar að þessu svæðum eru ekki allar í lagi. Hvernig, ég bara vil kasta því inn í þetta, það er ekki nóg að geta fengið stuðning til þess að byggja upp aðstöðu við til dæmis Aldeyjarfoss sem er virkilega þörf á að gera, þetta er mjög vinsæll viðkomustaður og mun bara vaxa, en hvernig ætlum við að tryggja það að fólk geti komist þangað án þess að skemmdir hljótist af? Já, Jóna Björg hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur, gjör svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk. Rétt sem að hér kemur fram að vöndunar og fjármagni til að bæta aðgengi að ferðamannastöðum. Það má kannski skjóta því að vita Hjálmar Bogi er að horfa að Hafnarsögur og Húsavík hann fær þó nokkur tekjur á skemmtiferðaskipum sem koma nú aðalega til að skoða hluti í Þingasveit. Það kannski hefur það í huga, stjórngengur að okkur. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Er fundargerði komið í ganga eða?
Við þurfum að hinkra aðeins, það er smá frost í fundakerfinu. Og ef að fleiri vilja taka til máls og kannski bara fara yfir hérna listan þessa áfangastaði. Það eru kannski ekki allir sem átt að sjá því hvaða tillögur þetta eru. Ég get svo sem gert það er með leiðilega ráðið það að þá var sem sagt viðbótin inn á þennan tillögulista núna sem kom frá atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Það er Vegirstaðaskógur og þar hefur verið lögð fram tillaga að opna skóginn almenningi, gera grisjan, gera stíga og nýta hann svona líka til fræðslu, jafnvel hjólastíga og ýmislegt til þess að bæta þarna við virkilega skemmtilegum viðkomustað í okkar góða sveitafélagi eða áfangastað. Síðan er það eins og kom fram hér áðan, það er deiliskipulag við Aldeyjarfoss og Hrafnagilsfoss. Það er deiliskipulag á Þeistareykjum sem að hefur verið í vinnslu þó nokkuð skeið og útlit fyrir að það fer allavega við munum sækja styrk í haust í það verkefni og vonandi verður það til þess að við getum farið í fyrstu framkvæmdir við hverasvæðið og stígagerð næsta vor og það miðar alltaf því að bæði að vernda svæðið fyrir ágangi og eins að tryggja öryggi ferðamanna. Því að eftir að nýi Þeistareykjavegurinn kom að þá hefur umferð ferðamanna á svæðinu aukist alveg gríðarlega. Síðan voru þarna fleiri, það er Höfði líka, er það ekki rétt? Hann er þarna á listanum, það er einn tillagan og þar stendur til að lagfæra stíga, bera ofan í stígana og afmarkaða betur með böndum. Hvað er ég búin að telja upp? Göngustígur. Göngu- og hjólastígur. Göngu- og hjólreiðastígur. Það er náttúrulega stærsta verkefnið. Það er göngu- og hjólastígurinn í Mývatnssveit sem að hefur verið í framkvæmd og eins og kom hérna fram í skýrslu sveitarstjóra að þær eru landkomna framkvæmdirnar sem að voru áætlaðar þar í sumar, það er eftir stuttustubbur sem að milli Skútustaða og Álftagerðis þar sem á einnig að endurnýja hitaveitulagnir og stígurinn kemur síðan ofan á þær og síðan vonumst við til að það fara að styttast í að verði hægt að halda áfram frá Reykjahlíðarþorpi og út að Reynihlíð og síðan í áttina að Grímsstöðum. Þannig að það er af nægu að taka. Eins og Jónas sagði, við eigum margar gríðarlega fallega perlur sem að þarf að huga vel að og eru margar hverjar liggja undir skemmdum vegna átróðnings og við höfum Goðafoss sem mjög skýrt dæmi hvað er hægt að gera til þess að einmitt að vernda. Bílum í kerfinu þeir eru að kanna það. Okay. Það er sem sagt bilun í fundarkerfin okkar og við ætlum að taka smá hlé, sjá hvort að það kemst í lag.
Herðu, þetta er einhver bilun sem að verður nú ekki held ég ráði við alveg svona á næstu mínútum, þannig að við ætlum að halda áfram bara og nota gömlu aðferðina. Við vorum í dagskrárlið 10, það var áfangastaðaáætlun og oddviti hafði farið yfir þessar 5 tillögur sem að þar eru og þá var vegir staða skógur sem var bætt inn á tillögurnar, þetta var viðbót frá atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Er það fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Drög að bókun eru eftir farandi, sveitarstjórn vísar erindinu, afsakið, ég er ekki rétt lið. Sveitarstjórn samþykkir framlögð drög og felur sveitarstjóra að senda inn tillögu til markaðsskrifstofu Norðurlands og þeir sem geta samþykkt þessi drög vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 11, það er fræðsluáætlun Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fræðsluáætlun Þingeyjarsveitar 2024 til 2026 sem unnin var af þekkingarneti Þingeyinga síðastliðinn vetur með styrk frá Landsmennt fræðslusjóði. Fræðsluáætlunin var kynnt starfsmönnum sveitarfélagsins á sameiginlegum starfsmannafundi þann 15. ágúst síðastliðinn. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Og svo er ekki. Með leyfi varaoddvita þá vil ég lýsa ánægju minni með þessa fræðsluáætlun og ekki síður að hún hefur starfsmenn hafa lýst ánægju með hana og ég held þetta gríðarlega mikilvægt og til þess að gefa starfsfólki tækifæri á símenntun, endurmenntun í starfi. Oddviti hefur lokið máli sínu. Eftirfarandi drög að bókun verða nú lesin. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með fræðsluáætlun Þingeyjarsveitar 2024 til 2026 og staðfestir hana. Sveitarstjóra er falið að koma henni á framfæri við stjórnendur og starfsfólk sveitarfélagsins. Þessum geta samþykkt þessa bókun eins og skefið merki og hún er samþykkt samhljóða. 12. dagskrárliður, það er atvinnu- og nýsköpunarsveit nefnd, 13. fundur og fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 13. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar Þingeyjarsveitar frá 12. ágúst síðastliðinn. Fundargerðin er í 4 liðum, liðir 3 og 4 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég vil að biðja hana Ragnheiði Jóni sveitarstjóra að fara yfir fundin þar sem hún var starfsmaður þessu fundar. Oddviti, sveitarstjórnarmenn, takk fyrir. Ég var víst ekki starfsmaður fundar á þessu en þekki málin ágætlega. En fyrsta málið á dagskrá var stefnumótunarvinnan, þarna komu ráðgjafar Arkúr til fundar til nefndarinnar og unnu með þeim vinnu og kynntu það sem væri komið fram í atvinnumálum. Og nefndin þakkaði fyrir þá greinargóðu kynningu sem þeim fengu og fyrir nefndinni lá beiðni sagt frá fulltrúum Víkirstaðaskógs að koma Víkirstaðaskóg inn á áfangastaðaáætlun og nefndin kallaði eftir frekari upplýsingum áður en hún tók svo ákvörðun á þessum fundi að leggja til við sveitarstjórn að þetta verkefni færi inn á áfangastaðaáætlun. En rétt líka að segja ykkur frá því að á þeim fundi sem var ákveðið að kalla eftir þessum upplýsingum var jafnframt ákveðið að auglýsa eftir verkefnum inn á áfangastaðaáætlunina. Og því miður það bráðurust engar tillögur af verkefnum þannig að þetta er bara vinna nefndarinnar sem er lögð hérna fyrir sveitarstjórn í dag. Þriðja mál á dagskrá var snjómokstur í Þingeyjarsveit og þar voru lögð fram drög að reglum um snjómokstur og það var sama í 4. dagskrárlið, það voru líka reglur, það voru reglur um refa og minkaveiði sem voru líka lagðar fram og nefndin hafði unnið í þessum reglum á að minnsta kosti 2 fundum auk þess sem voru haldnir samráðsfundir bæði með þeim sem sinna snjómokstur í sveitarfélaginu og þeim sem sinna refa og minkaveiði. Og fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi. Takk fyrir. Við þakkum Ragnheiði Jóni fyrir þessa yfirferð
og það eru þarna 2 dagskrárliðir sem að þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar. Það er í fyrsta lagi snjómokstur í Þingeyjarsveit og eftirfarandi drög að bókun verður lesin. Sveitarstjórn samþykki framlagðar reglur snjómokstur og felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að birta reglurnar á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun er sannlega gefið merki. Ég biðst afsökunar, enn og aftur gleymi ég að gefa orðið laust, en það er sem sagt laust fyrir atkvæðagreiðslu. Ef einhver vil taka til máls. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, í drögum að nýjum reglum snjómokstur, heimreiðamokstur í Þingeyjarsveit stendur með leyfi oddvita meðal annars einungis eru mokaðar heimreiðar að bæjum þar sem er föst búseta og viðkomandi íbúar eru með skráðu lögheimili í Þingeyjarsveit. Þetta er bara gott mál. Hins vegar velti ég því fyrir mér hvort að í reglunum þurfa ekki að vera skilgreining á fastri búsetu til þess að það sé engin vafi það hverjir hafi rétt á þessari þjónustu og hverjir ekki. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru það fleiri sem vilja taka til máls? Árni Pétur. Já, sveitarstjóri, ágætis sveitarstjórnarmenn. Þetta er ágætis pæling. Ég hins vegar velti fyrir mér að þetta þjónusta við þá sem að eiga lögheimili og lögheimili og búseta er nú kannski ekki alveg það sama alltaf sem að held ég það sem að Eyþór er að velta fyrir sér. En það er náttúrulega þetta svo að þeir sem að hafa lögheimili eru að borga útsvar til sveitarfélagsins. Þannig að ég held að verði svolítið erfitt að þetta útiloka að moka heimreiðar þar sem að menn eiga bara yfir höfuð lögheimili. Þannig að ég held að það sé nú farsælast í þessum reglum. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Drög á bókun eru eftirfarandi. Sveitarstjórn samþykki framlagðar reglur snjómokstur og felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að birta reglurnar á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt þær vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Seinna málið sem að kemur til afgreiðslu sveitarstjórnar frá atvinnu- og nýsköpunarnefnd, það er fyrirkomulag refa og minkaveiði og orðið er laust. Ef einhver vil taka til máls. Jóna Björg. Já, takk oddviti. Það er svona fátt sem að við sveitarstjórnarfólk fáum meira fátt sem er rætt meira við okkur sveitarstjórnarfólk heldur en akkurat þetta, ref og minkaveiði. Hérna er náttúrulega bara í nýju sveitarfélagi verið að festa og setja á reglur fyrirkomulagið og það hvar ábyrgðin liggi og hvernig gögnunum skuli safna og það sem kemur fram í þessum reglum og leiðir af að öll þessi svæði verða svo auglýst. Þannig að ég bara ber von til þess að þetta geti elt og hjálpað okkur við það að halda niður í vargi á svæðinu. Jóna Björg hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég tek undir með Jónu. Ég held að þetta sé bara tækifæri fyrir okkur að koma að formgera betur þessar veiðar. Mér langar hins vegar undir þessum dagskrárlið að koma. Það er aðeins verið að hafa stólaskipti hérna en það er ekkert alvarlegt. Þannig að
Ég vil langar bara undir þessu dagskrárlið aðeins að vekja athygli á því að við erum með innan okkar svæðis verndarsvæði Laxár og Mývatns og við höfum hug á því að Umhverfisstofnun komi með ákveðnari hætti af vargeyðingu innan þess svæðis og það er verkefni sem býður okkar í framhaldi að samþykkja þessar reglur að taka upp samtali við Umhverfisstofnun það, bara svo að því sé til haga haldið. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Drög að eftirfarandi bókun eru sveitarstjórn samþykkir framlagða reglur refa- og minkaveiði og felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að kynna nýjar reglur á heimasíðu sveitarfélagsins. Þessum geta samþykkt þessa bókun við svolítið skeiðið merki og þá er samþykkt samhljóða. Nú 13. liður á dagskráni, það er fundargerð skipulagsnefndar, 27. fundur frá 14. ágúst, fundargerðin er í 15 liðum og það eru liði nr. 6, 9, 10, 12, 13 og 14 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Knútur, formaður skipulagsnefndar, ætlar að fara yfir fundargerðina fyrir okkur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar bók. Við ætlum að renna hérna yfir fundargerð skipulagsnefndar í stuttu máli og ég vek þá bara athygli á þessum liðum sem við þurfum að staðfesta hér í dag. Fyrsta mál var framkvæmdaleyfi vegna stígagerðar við Strípa við Kálfastrandarvog, framkvæmd sem er í samræmi við áðurunna deiliskipulagsbreytingu þar sem framkvæmd lagfærir núverandi stíga og gengur frá stígum sem ekki eru nothæðir til að gera svæðið álagsþolnara. Og niðurstaða nefndarinnar er í samræmi við felur skipulagsfulltrúa að gefa framkvæmdaleyfið í samræmi við reglur þarum. Mál nr. 2 er Káróll, land umsókn byggingarleyfi fyrir geymslu. Nefndin samþykkir að setja málið í grenndarkynningu þar sem deiliskipulagið liggur ekki fyrir. Mál nr. 3 er Dæli, það er umsókn byggingarleyfi fyrir geymslu. Nefndin samþykkir að setja málið í grenndarkynningu þar sem deiliskipulagið liggur ekki fyrir. Þetta verður svona ákveðið þema að þessum fundi. Mál nr. 4 er Litluvellir, umsókn byggingarleyfi fyrir frístundahús á svæði þar sem deiliskipulagið liggur ekki fyrir. En þetta er samþykkt með lögbónum fyrirvara jákvæða umsókn Minjastofnunar. 5. liður Arnarvatn, 2 umsókn byggingarleyfi fyrir bílskúr. Nefndin samþykkir að setja málið í grenndarkynningu þar sem deiliskipulagið liggur ekki fyrir. Og haldið ykkur nú, mál nr. 6, það kemur til kasta sveitarstjórnar, það er nafnabreyting. Húsatún fær nýtt heiti Hlöðufell. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við það og sendir til sveitarstjórnar til staðfestingar. Mál nr. 7 er spennistöð í Reykjalið fyrirspurn vegna grenndarkynningar við stofnun lóðar. Breyting á deiliskipulagi þéttbýlis Reykjalíðar vegna spennistöðvar til að afhenda heimtug fyrir hleðslustöð á lóð nr. 8 við Hraunveg var grenndarkynnt frá 8. maí til 8. júní 2024. Í bókun skipulagsnefndar frá 20. mars 2024 kom fram hverjir áttu að fá grenndarkynningun en þau mistök urðu að eigendur Reykjalíðar 1 fengu ekki grenndarkynnt gögn. Athugasemd hefur borist frá Guðrúnu Maríu Valgeirsdóttur þar sem hún gerir alvarlegar athugasemdir við uppsetningu hraðahleðslustöðva á þessu svæði vegna hraðaks umferðar og öngþveitis án þess að þetta kom til viðbótar. Deiliskipulagsbreytingin hefur tekið gildi og við ræddum þetta í nefndinni og niðurstaðan er sú að nefndinni þykir leitt að framkvæmd grenndarkynningar hafi verið ábótavant og tekur undir afsökunarbeiðni skipulagsfulltrúa þess efnis til landeiganda Reykjalíðar 1. Framkvæmdin er smá í sniðum, lítið samfélagsmannvirki sem nefndin beitti sér fyrir að yrði komið fyrir á þegar röskuðu svæði og er að umfangi sambærileg því sem einstaklingum er heimilt að reisa á lóðum sínum án sérstaks leyfis. Það afsakar ekki mistök en það skýrir þá afstöðu nefndarinnar, hún mun ekki aðþáast frekar í málinu. Númer 8 er Nýibær, lóð í Flatey, umsókn stofnun lóðar, þar sem að ríkið sem landeigandi fer fram á breytingu á lóðamörkum. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdin frestar afgreiðslu þar til undirrituð merkjalýsing hefur borist. Síðan kemur hér mál sem kemur til kasta sveitarstjórnar sem er stofnun lóðar á landi Bergstaða, umsókn stofnun lóðar sem skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við og vísar til staðfestingar sveitarstjórnar.
Mál nr. 10 kemur til kasta sveitarstjórnar sem breyting á aðalskipulagi vegna Voga 1. Vinnslutillaga breytingar á aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 til 2023 vegna frístundasvæðis í landi Voga var kynnt frá 27. júní til 5. ágúst 2024 í samræmi við aðra málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Umsagnir bárust frá Mílu, Rarik, Minjastofnun Íslands, Jóhanni Friðrik Kristjánssyni. Ég ætla að biðja ykkur að vera fókusera hérna. Það er kliður í salnum. Heilbrigðiseftirlit til Norðurlands eystra, Landvernd, Fjöreiki, Náttúrufræðistofnun Íslands, Vegagerðin og Skógræktinni. Niðurstaða 27. fundar skipulagsnefndar er þannig að skipulagsnefnd telur umsagnir við vinnslutillögu aðalskipulags gef ekki tilefni til breytinga á áformum landnotkun. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga og verði auglýst í samræmi við 31. grein sömu laga. Næsta mál sem þessu tengt sem Vogar íbúðarsvæði og aðkoma, það er að segja þannig að ræða vinnslutillögu deiliskipulagsbreytingar vegna Voga 1 á sama svæði. Það sem verið að skipuleggja íbúðalóðir og þessi vinnslutillaga var kynnt í samræmi við lög þar og umsagnir bárust frá Mílu, Rarik, Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Jóhanni Friðrik Kristjánssyni, Landvernd, Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra, Fjöreiki, Vegagerðin og Skógræktinni. Niðurstaða 27. fundar skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd telur að athugasemdir gefi tilefni til betri rýni á fyrirliggjandi útfærslu þar sem afmörkunar óreiða í gögnum. Nefndin leggur einnig til við sveitarstjórn að í framhaldinu að taka afstöðu til þess hvort að banna í gistirekstur á svæðinu en sem þá kæmi til móts við athugasemdir varðandi ónæða breytingu frístundabyggðar íbúðabyggð. Skipulagsnefnd frestar því afgreiðslu erindisins. Næsta mál nr. 12 kemur til kasta sveitarstjórnar. Það er Goðafoss deiliskipulagsbreyting sem á vegum Umhverfisstofnunar. Það sem reiðvegi vestan Goðafoss bætt inn á skipulag og þá vakti athygli nefndarinnar að athugasemdir sem bárust voru eingöngu jákvæðar sem ekki sjálfgefið. Næsta mál nr. 13 sem lóðastofnun erindi frá ríkiseignum sem kemur til staðfestingar sveitarstjórnar en hún sendir inn umsókn stofnun lóðarinnar Skútustaðir 3B sem stofnað úr hluta 3A utan útihús sunnanvert á lóð. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við stofnun lóðarinnar og vísar til sveitarstjórnar. Mál nr. 14 sem einnig kemur til afgreiðslu sveitarstjórnar Breiðamýr 1 og 2 afmörkun og skipting á landi. Það sem lögð frá merkjalýsing, skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við þá merkjalýsingu og vísar henni til sveitarstjórnar. Síðasta málið svolítið í anda mála sem voru fyrir dagskrárnefndarinnar Fremstafell, umsókn um byggingarleyfi fyrir Bogahýsi og nefndin vísaði því að sjálfsögðu í grenndarkynningu þar sem deiliskipulag liggur ekki fyrir. Takk fyrir. Já, við þökkum Knúti. Orðið laust þessa fundargerð í heild sinni ef einhver vill taka til máls. Svo ekki, þá afgreiðum við þau mál sem að skipulagsnefnd vísar til sveitarstjórnar, til staðfestingar eða ákvörðunar. Það í fyrsta lagi liður nr. 6, Húsatún, breytt heiti í Hlöðufell. Þeir sem að geta samþykkt breytingu og aðfangaskráningu og falið byggingafulltrúa að ganga frá breytingunni með sérlega skefið merki. Samþykkt samhljóða. Síðan það dagskrárliður 9 frá skipulagsnefnd. Það umsókn stofnun lóðar, berjalaut úr landi Bergstaða og þeir sem að geta staðfest afgreiðslu skipulagsnefndar vinsamlega skefið merki og hún staðfest. 10. liður, það beiðni breytingu aðalskipulagi vegna Voga 1, svo Knútur fór yfir og þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki breytingu aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 til 2023 vegna breytingar á hluta frístundabyggðar í landi Voga 1 yfir í íbúðarsvæði og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa breytinguna samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að fengnu samþykki skipulagsstofnunar í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga
og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá er það 12. dagskrárliður frá fundi skipulagsnefndar, deiliskipulagsbreyting við Goðafoss. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagsbreytingu Goðafoss og umhverfis samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 vinsamlegast gefið merki og það er samþykkt samhljóða. 13. liður á dagskrá skipulagsnefndar fundar varðaði Skútustaði 3B, umsókn stofnun lóðar. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu skipulagsnefndar vinsamlegast gefið merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 14. liður Breiðumýri 1 og 2, afmörkun jarðar og skipting á landi. Oddviti vekur athygli á vanhæfi og skar eftir því að vara oddviti taki við hér. En þetta er síðasti liðurinn sem að kemur til afgreiðslu sveitarstjórnar. Oddviti ber upp vanhæfi og ég hef nýbúin að fá móla. Þau ykkar sem geta samþykkt að oddviti sé vanhæfur í þessu máli er rétt hönd. Samþykkt samhljóða. Er að ræða ég er að lesa bóðumstöðum merkilýsingu varðandi Breiðumýri 1 og 2 og bókunin ljóða svo sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar. Þau sem geta samþykkt þessa bókunin sem gefa merki. Oddviti kemur aftur inn á fund klukkan 14:30. Þá er lokið þessum 13. dagskrárlið. Já, afsakið. Nei, það er ekki staðgreiðsla. Þannig að þessum dagskrárlið fundargerð skipulagsnefndar er þá lokið og þá er aðeins einn dagskrárliður eftir hjá okkur í dag, númer 14. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar bréf frá óbyggðanefnd framlengdan kröfulýsingafrest landeiganda vegna eyja og skerja, en óbyggðanefnd hefur framlengt kröfulýsingafrest landeiganda á svæði 12 sem er eyjar og sker til 2. desember 2024 og þetta er lagt hér fram til kynningar. En orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Og klukkan er svo mikið sem 14:39 og fundi er slitið. Takk fyrir góðan fund.